Ég skildi þig eftir við veginn, þar sem eitrið við búans fró. Hún sór, hún sárt við lagði, sjálf lígi þegar vinur minn dó. Mín leið lá breið götur lífsins, svo lengi var sála mín þyrst. Og ég væri ennþá við veginn, en við hefðum aldrei hist. Ef ég gæti fært þér frelsi, þú aldrei segir eftir því. Ef ég gæti fært þér frelsi og fallið í örmum Drottins sín, ef þú stígir skref út á vatnið, þú aldrei segir eftir því. Þú Halleluja, Jesús. Það þessi kafli í laginu sem ég að tala sem að hitti mig einhvern veginn bara í dag. Halleluja. Ef ég gæti fært þér frelsið. Það svo mikil angist í þessari setningu. Halleluja. Það angist predikarans, það angist lofgjörðarleiðtogans, það angist þeim sem að boða trúna. Hvernig get ég fært þér frelsið? Hvernig get ég samfært að það sem að ég á í hjartanu og veit að er satt, hvernig get ég sýnt þér það? Halleluja. Það eru margar leiðir. Ein leiðin og en öflugasta leiðin er leið vitnisburðarins hver þú ert og hvernig þú lofar Guð. Halleluja, hvernig þú átt við erfiðleikana sem að koma gegn þér í lífinu. En ef ég geti bara falið þig örmum Drottins í, þá geti þú kannski bara stíð skref út á vatnið. Að stíga skref út á vatnið er trúarskrefið sem er verið að vísa til. Þegar hann fór úr bátnum og hann tók trúarskrefið að setja löppin á vatnið svo hann geti gengið á vatni alveg eins og Jesú. Þetta er trúarskrefið. Og ef þú tekur þetta trúarskref, þá muntu aldrei sjá eftir því. Vegna þess að þú eignast eilíft líf með honum og ég heyra með henn. Halleluja. Ef að heyra Jóhannes syngja þetta einu sinni enn. Halleluja.
Skildi þig eftir við veginn, þar sem eitriði mig búast frá. Hún sór, hún sá við lagðir, sjá lígi þegar vinur minn dó. Ef ég gæti fært þér frelsi og falið þig örmum Drottins sín, ef þú stígir skref út á vatnið, þú aldrei sæir eftir því. Þú aldrei sæir eftir því. Þú aldrei sæir eftir því.